10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband að vera. Þetta stór dagur í okkar Akureyringa. Já, þetta frábær dagur og frábært hjá Þór K að vinna þennan leik og svona vel samfærandi og ágætt að taka spennan úr þessu fyrir síðustu umferðina. Þetta svona hátíðisdagur og ég mjög þakklátur stelpunum og þjálfarateyminu að gefa okkur Akureyringum þetta í afmælisgjöf. Nokkrum dögum eftir stórafmæli, þannig að ég rosalega þakklátur. Hvernig þetta samstarf Þór K hefur náttúrulega gengið nokkuð vel í fótboltanum? Já, gengið mjög vel. Þetta samstarf, sem sagt, Þór K hér og svo Þór K í kallaliðinu í handboltanum. Þetta samstarf hefur gengið virkilega vel á báðum stöðum og til mikilla fyrirmyndar. Tók nokkur ára að slípa þetta saman en þetta gengur bara frábærlega og árangurinn eftir því. Hversu mikilvægt fyrir Akureyri að vera með liði í fremstu röð? Það skiptir öllu máli, eins og sést hér í kvöld það eru, ég veit það ekki, ég myndi giska að það verið svona 1100 manns á vellinum og þetta bara lyftir brúninni á okkur bæjarbúum þegar svona gengur og sameinar okkur og þannig að það er gríðarlega mikilvægt þegar vel gengur í íþróttum, það er alveg ljóst og þetta bara hefur gríðarlega mikið að segja fyrir lífið í bænum. Til hamingju daginn, takk fyrir. Sæll Eiríkur og til hamingju daginn. Bara sömuleiðis. Þetta náttúrulega stór dagur fyrir Akureyringa og bara Akureyri bæjarfélagi í heild. Að sjálfsögðu, þetta bara einn af stærstu sem við höfum átt. Fyrsta skipti sem við erum að taka Íslandsmeistaratitil í efstu deild kvenna og það er bara hátíð. Hversu mikilvægt eins og segi fyrir Akureyri að vera með, nú bara vera bæjarstöð eins og á Egilsstöðum og þar í kring og hversu mikilvægt fyrir svona bæjarfélagi að vera með öflugt svona lið eins og Þór K og bara svona íþróttalíf? Það er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og eins og við vitum að hér er bara alveg óbúslega öflugt íþróttastarf í öllum bænum. Það er ekkert sveitafélag sem að þessari stærðargráðu og þó víða verið að leita sem hefur svona öflugt íþróttalíf eins og við og það sem er bara svo ánægilegt að sjá í rauninni þegar við svo uppskerum svona árangur eins og hér í dag og við erum að sjá þetta náttúrulega í fleiri íþróttagreinum þannig að við getum bara verið stolt af íþróttafólkinu okkar og í dag erum við stoltust af stelpunum okkar hér í Þór K. Má segja að þessi peningur sem hefur verið lagður í þessi mannvirki hér tengd knattspyrnu sé að skila þeim árangri sem til var ætlað? Ekki spurning, þetta sjálfsögðu hjálpa til en það sem skiptir eiginlega meginmáli það er rauninni stelpurnar sjálfar sem hafa náttúrulega lagt gríðarlega mikla vinna á sig og allir þeir sem eru í kringum þetta og mér langar bara að nota þetta tækifæri og þakka öllum þeim sem eru að standa á bakvið þessar stelpur hafa unnið alveg óþrjótandi starf til þess að ná þessum árangri og svo alltaf stelpunum sjálfum og sjálfsögðu óska innan til hamingju og þetta er bara endalaust vinna en auðvitað hefur aðstæðan heilmikið að segja en hún er bara til þess að hjálpa til. Takk kærlega og til hamingju daginn. Sömuleiðis.